En byrju, hvað sér, þú ert að vinna, þú ert kokkur, Já. ert að gera sultur og ert að gera, búin að gera sjónvarpsþætti og alls konar. Hvað ert, þú veist, en hvað ert að vinna eða þú veist að kokka, skilur við? Ég er að vinna bara sjálfstætt og er mikið að elda í sem engakokkur fyrir moldara. Já. Bara fólk sem á ekki milljónir heldur milljarða. Kemur heim til fólks bara á svona. Þetta er yfirleitt ferðamenn sem eru staddir hérna á landinu, kannski 4-5 daga. Þið gista í alls konar villum út út alland. Já. Hvað vil svona liðið borða? Gull og bara... Nei, þau vilja bara, generally speaking, þá vilja þau bara heimilismat, sko. Það er svoleiðis? Já, eiginlega, sko. Þau vilja upplifa Ísland gegnum mat. Ég er búin að bjóða þeim öllum hrossakjöt, það hefur enginn sagt já hingað til. Já, ok. Það kemur að einhver segja já. Er þetta mikið Amerikunum þá? Já. Þeim finnst alveg algjört rugglaður sem að geta hesta. Já, þeir skilja það ekki, sko. Nei. Sem að ég skil ekki að þeir skil ekki. Þetta er bara lang besta kjöt sem ég fæ, sko. Já, virðist þannig vera að þeim finnist það að borða hest svipað eins og okkur finnst bara að borða hund. Já, það er akkurat samnefnarinn er þar, sko. Þetta eru vinir þeirra, sko. Samt er þetta bara þjónar, sko. Það er gott að bræða maður. Já, ok, geggja, þannig að þú veist, en menna hvernig er fólk bara bókaði í gegnum skilur þetta með umbóðsmann eða eitthvað? Nei, þetta er allt í gegnum ferðaskrifstöð. Já. Sem maður sérhæfis í þessu, í þessum hópa fólki, sko. Þetta er Nordic Luxury. Já, það er ekki gaman, það er ekki hitt alls konar eitthvað. Það er tröflað, sko. Sko, það er til svo ógeðslega mikið af ógeðslega ríku fólki í heiminum. Og sem dæmi, sko, einn bandaríkjamaður einmitt sem býr í New York og þú veist, einn af eigandi, ég man ekki hvað heitir Blackstone eða einhver svona hedge fund, skilið. BlackRock, já, akkurat. Og hann var svona settist niður með mér í sófónu, ég var, gott sest aðeins á mér. Ég var búin að vera með hann kannski 3 daga en ég var búin að kynna svona svolítið og þetta vorum ágætis buddies. Þetta sína þér finnst þér ekki gaman að bílum? Jó, bíla gegja þér. Sjáðu þennan hérna, hvernig veist þessi? Einhver Ferrari, einhver, þú veist, rauður. Og ég það var geðið ykkur. Hvernig veist þessi? Hvítur, alveg eins. Og ég já, hann er flottur líka. Hvernig veist þessi? Gulur, alveg eins. Keypt alla litina. Og það 5, alveg eins, sitt hverju litin. Lífið hjá þeim bara svo hvað tölvuspil. Gott vandamál að hafa, sko. Get ekki valsi lit og kaupa bara allan. Einu vandamáli fyrir þetta fólk er að finna sko næstu hugmynd. Það er ekki að það sé ekki til peningu fyrir að einhver sé ekki til í að gera það fyrir pening. Það er bara hugmyndin, þegar hún fæðist, þá bara, mér langar í þetta. Já, það kost, já, mér langar í þetta. Já, svo ertu alltaf að reyna að kaupa þér eitthvað til þess að, eins og sé, þú hefði gett mikið pening, þú þarfst að hafa eitthvað fyrir stafnir, skilur. Algjörlega, en það sem sko einkennir þetta fólk mikið, þau hugsa fyrst og fremst heilsuna og þau eru mjög skipulögð. Og þau eru ekki bara skipulögð í vinnunni sinni, heldur bara í lífinni yfir höfuð, sko. Allir held ég sem að ég þekki sem eiga mikið pening er akkurat svona, skilur við. Þetta er reglufólk, skilur, þetta er fólk sem akkurat vakna bara snemma. Drekkur eiginlega ekki. Hugleðir fyrir snemma að sofa, hreyfi sig, skilur við, og akkurat með allt skipulagt tíma, skilur við.